minnir mér svolítið á hann Stein Ármann. Stein Ármann? Já. Leikara. Er það gott eða vont? Hvað segir þið? Er það gott eða vont? Það ekkert slæmt ekki. Það skemmtilega þekkja. Já. Við erum ágætt félag. Já. Allt upp í sama bænum. Já. Hafnarfirði? Já, sama ágjörð. Já. Einhvern tímann sótti hann heim og kom hann út í eldstöðingu. Já. Og ég var að forma þar í Fjöðurgranna, hann var alveg með eitthvað að sjá þar og það sagði við mig, Elvar, ég þoli þetta ekki. Hann fekk svolítið nóg af þessu. Já. Svo hitti hann út í búðu einhvern tímann og hann heilsaði mér og ég fattaði ekkert við hvernig ég var að tala sko og hann sá það og sagði, herru, þetta ég Steinn Ármann. Það voru búin að safna skeggi sko og það fyrir einhverja mynd. Já. Og ég einhverja hjólagalla. Það er alltaf hjólandi. Já, hann misti prófið. Já. Hann var náttúrulega svolítið blöndukalli. Já. En ég held sér hættu. Já, það er bara gott. Já. Hann og hann prestur í hvað heitir hann? Davíð Þór. Radíósbrú. Davíð Þór. Já, Davíð Þór. Davíð Þór Jónsson. Þeir voru bestu vinir. Já. Voru alltaf saman í grænum Hermanni og Gummi gamla daga. Þeir eru ógeðslega fyndnir sko. Já. Radíusbræður. Ég hefði skriðin á eftir liðinni. Það var einn skett sem var svo ógeðslega fyndinn. Hann var á Bæjarins bestu. Já. Hann var það hann spurði Steinn Ármann afgreiðslamaðurinn sem var Davíð Þór. Það er eitthvað svona gæinn eins og ég að fá sér á pulsuna. Það er svo fyndin spurning, hvað er gaur eins og ég að fá mér á pulsuna? Ekki alveg viss. Það er ógeðslega fyndið. Hvað eru svona gaurar eins og ég að fá sér á pulsuna? Ég heyrði þetta rosalega góða brandara Bæjarins bestu daginn. Já. Í sambandi við að Davíð Oddsson tók Clinton á besta veitingahús Bæjarins sem var Bæjarins bestu. Já. Og pulsan hjá honum voru var brauðið og 2 rendur af sinnepi og sér pulsan hún í og svo kom einn seinna og sagði ég ætla að fá einn Clinton. Já. Getur hvað það var? Ég veit ekki. Þetta Mónika Lewinsky. Já. Það var einn þessum maður sem sagði þetta og við hullan bíla afbreikunum og það er veltust á landri. Þetta er á æfindi.
greenhouses or glass houses where they heat up the houses with the heat from the ground, and they put a lot of light bulbs in it to imitate the sun because of the short daylight hours in the winter. And in these houses they can grow whatever wouldn't otherwise grow in Iceland. They are very proud of their tomato production here. They are so proud that they even changed one of the greenhouses into a restaurant called Freyð Heimar or Peace Worlds. At this restaurant, everything revolves around tomato. They have this fabulous tomato soup, which my daughter loves to go to and get. When we go into the country in the weekends or when we have a day off, then we always have to stop here and get some tomato soup. This place is, however, very booked, and you sometimes have to wait for 2 weeks for reservation. But I have a backdoor to it, and that is if you don't get a table, then you can still go to the bar and you can order a tomato soup in a cup. This is what they do all the time. But at the bar you can also buy a tomato beer, a beer that has been brewed out of tomato, and of course you can get Bloody Mary there. This is a quite nice restaurant, and I recommend it if you're traveling alone in Iceland. If you're driving in this neighborhood, I would definitely come here and get a tomato soup in a cup with Bloody Mary. Ég fór þetta í gær bara. Já. Með stelpuna. Ég er svona miklu meir sveitakall heldur en bæjarkall. Ég get alveg þú sem er að búa bara hérna. Já. Ég get það líka alveg sérstaklega. Eftir hrun þá vorum við að spá í að flytja til Noregs. Já. Ekki selja samt húsið. Já. Og hérna bara leigja það út og hérna kaupa úti. Já. Og hérna við vorum mikið að leita okkur bara svona smábíli þar sem ég geti verið með geimur. Já. Og viðarvinnslu. Já. Ég var búinn að fá einn félaga minn sem var að vinna á móti með. Já. Þannig að við geta sinnt í, þannig að það hefur alltaf verið annar okkar að vinna. Já, já. Viðarvinnslu, þá bara Eldi við. búa til eldi við. Já.
Og afnama sigur. Ekki? Þetta var einn sjóbyrting. Og svolítið bleikja. Falleg bleikja. If you look outside the window on the left side, you can see a white church with a flat roof on the side of the hills there. This church is called Skálholtskirkja, the Old Hill Church. This is one of the most historically important places in Iceland. Skálholt was one of two episcopal seats here in Iceland for almost 750 years, from the year 1056 and all the way until 1785. It was once the cultural and the religious heart of the country. Many of Iceland's most influential bishops lived and worked there. This is also the place where Bishop Jón Arason was famously executed in the year 1515. But he was the last Catholic bishop before the Reformation in Iceland. So sometimes interesting how the religious works. They kind of believed in the same God with a different perspective on it, but because he didn't want to let go of his Catholic beliefs, he was just beheaded. It's very strange. But the white church we see today is relatively modern. It opened in 1963, but it stands on a site where there has been church for almost 1,000 years. The current building is designed in a simple yet striking Nordic style, and it contains beautifully stained glass windows. The altar is made out of mosaic by artist Nína Tryggvadóttir, one of Iceland's most famous artists. She was once the Iceland's most important abstract expressionist artist of the 20th century and one of very few Icelandic female artists of her generation. If you remember the White House in Reykjavík, I told you that one of Iceland's most famous artists grew up there. That was Louise Matthíasdóttir. Louise Matthíasdóttir and Nína Tryggvadóttir were best of friends. Were the very few of Icelandic artists at the time.